Ísak, flott sigur á móti Keflavík en það komu leiðindafréttir úr Kópavoginum í hálfleik. Já. Hvernig var tilfinningin að þetta reyna í sigur í Kópavogi? Bara í sannleika sagt, ég er bara með svona stein í maganum sko og það er hundfúlt og þungt og ógeðsleg tilfinning sem ég óska ekki mínum versta óvinni þessi tilfinning sko og já, bara ógeðslega erfitt en á sama skapi og við vissum þetta ekki fyrr en í lok leiks og einbeitum okkur bara þessum leik á sama skapi hrikalega stoltur af liðinu og þeim sem komu inn þessi 8 strákar sem spiluðu mínútu í leiknum í dag. Sigur á móti Keflavík þrátt fyrir að vera allir. Skiptir það einhverju máli? Já, sjálfsögðu Davíð, þetta er heimskuleg spurning. Ég meina, við höfum lent í alls konar áföllum í allan vetur og það sem að mér finnst gríðarlegt styrkleikamerki er að við getum mætt með í rauninni 6 leikmenn sem að örugglega stuðningsmenn liðsins vissu hvað hétu fyrir mót pluss Leo og Aron komandi á bekknum. Þykir mér bara gríðarlegt styrkleikamerki og bara sýnir við höfum nú búin að ná að slípa okkur ágætlega saman síðan eftir síðasta landsleikjahlé. Þó að við höfum einungis náð í 1 sigur hingað til, þá hafi þetta verið heilt yfir mjög góða frammistöðu en munurinn á þessum leik og kannski hinum með að við náðum að klára þetta. ÍR á leiðinni í fyrstu deildina með KR á næsta tímabili. Hvernig sérðu fyrir þér að ÍR eigi eftir að taka þá ferð? Ég veit það ekki. Við erum að fara á Egilsstað í næstu viku og ég hef heyrt að fólki þar sé svo kurteist, þannig að það verður mikið gleði ferð og svo bara skoðum við framhaldið þegar að því kemur en vonandi bara þétta allir bökum saman af því það er rosalega auðvelt að vera í kringum félagið þegar vel gengur. Það er auðvitað í svona umbroti eins og er búið að vera kannski í vetur og síðustu 2 ár og það er komið mikill efni við sem þarf að sanna sig og sýna þeir skilja að klæðast í treyjunni en vonandi líka ef einhverjir tilbúinir að taka slaginn áfram. Bestu þakkir Ísak og gangi ykkur vel. Takk.